Komið sælir og blessaðir, kæru vatnsberar. Þá komið að vesturinum ykkar. Ég veit allavega eina sem er búin að bíða spennt. Og ég er að taka önnur spil, heldur en ég notaði fyrir síðasta merki. Það er bara til að fanga stemninguna sem er hverju sinni. Núna var ég að fylgja bara því að taka þessi spil. Kæri vatnsberi, þú ert á tímabili þar sem að hlutirnir eru að gerast hratt og þú ert að taka af skarið í ýmsum málum, sérstaklega einhverju sem varðar það að framkalla breytingar í þínu lífi, eitthvað sem hefur legið lengi á þér, en núna er akkúrat tíminn til að gera, hætta að hugsa og fara að gera. Það er bara allt í gangi sýnist mér. Þú ert ákveðin í því að breyta hlutum í kringu þig. Ertu að huga að flutningum eða undirbúa flutningar sem að ef til vill vera veruleika með haustinu. Þú ert búin að ákveða einhvern veginn að taka málin í þínar hendur og inn í þessu er líka sú ákvörðun að horfast í augu við hlutina og taka ábyrgð á þínu eigin lífi. Það er eitthvað sem er ekki að ganga upp, sem þú veist að þarfnast breytinga. Og þetta kemur inn á samskipti við aðra og þetta vill eru einhvers konar mikilvæg samskipti sem þurfa að verða til þess að koma ferlinu á stað. Þú færð alveg absolutt fallega jákvæðni með þér inn í þetta og ef þú hefur verið með einhverja stóra spurningu í huga þá er svarið já. Haustið kemur sterkt inn líka. Hjá mörgum ykkar kæru vatnsberar eru börn hluti af þessu ferli eða þessum breytingum og þar kemur haustið líka inn varðandi það að það verður breyting hjá þessum börnum. Það getur verið börnin þín eða börn sem koma einhvers staðar að þessu máli. Skólabyrjun kemur með haustinu og þegar ég segi hausti þá er ég að tala svona frá kannski lok ágúst, ekki fyrr. Stjörnumerkin sem koma inn með haustinu eru Meyjan, Vogin og Sportdrekinn. Eitthvað brakaði í kertinu leið ég sagði þetta. Þessi stjörnumerki geta verið skipt máli fyrir einhver ykkar eða tengst hlutunum á einhvern hátt. Mér finnst með þessari breytingu þá verður mikill léttir. Það er eins og bara það að taka ákvörðunina, það skilur miklum létti og síðan þegar þú ferð af stað þá áttu ef til vill eftir að hugsa af hverju byrjaði ég ekki á þessu fyrr. Mér finnst fyrir marga
ykkar kæru vatnsberar eru þetta flutningar. Endurnýjun og byrjun á nýjum stað kemur hér inn. Og þið megi vita það, kæru vatnsberar, að ykkar, skulum bara segja, almættið er með ykkur í þessu. Á eftir að styðja ykkur, veit ykkur það sem að þið þurfið á að halda og á eftir að skaffa ykkur vernd þegar sopið við til þess að málin gangi upp. Langar að kíkja aðeins betur á hvaða breytingar þetta eru eða hvað er fela í sér. Þessar breytingar verða hraðar. Það er fela í sér að þú átt, kæri vatnsberi, meira eftir að stíga út úr þægindarammanum þínum heldur en áður. Þú ert eftir að uppgötva nýja hluti, fara út á við og kynna þér ýmislegt nýtt og prófa ýmislegt nýtt. Kannski er það orka sumarsins sem er líka að koma inn. Hlutirnir eru að fara að verða þægilegri heldur en áður. Veðrið er búið að setja smá strik í reikninginn, bæði hjá ykkur og öðrum. En nú er meiri einhvern veginn orka í loftinu til að fara af stað og ýta við hlutum. Já, ég gleymi næstu í þriðja spilinu. Fyrir einhverja og marga ykkar hefur þetta með aðra manneskju að gera, rómantík, ástartilfinningar, ástríður og það að dragast að á öðrum einstaklingi. Það geta verið þessi samskipti líka sem að ég talaði hérna áðan. Fréttir og samskipti og tjáning á milli þín og annarra manneskju á rómantískan hátt. Og þá nú heldur betur jákvætt að vera með jáið með sér í því. Sumari verður svona hálfgerður forleikur, ef að svo má segja. Aðal parturinn af þessu kemur með haustinu. Hausti kemur sterkast inn. Já, kæri vatnsberar, það er bara greinilega mikið að vera framundan og það er þú sjálfur, kæri vatnsberi, sem stýrir þessu ferli, hvert þú fer með það og hvað þú ákveður að gera. Hlutirnir eru eftir að gerast hratt, þannig að vertu viðbúin. Taktu bara á móti öllum sem kemur með gleði og opnum huga og ákafa og leyfðu þér að vera glaður og fagna. Heilunar orka flæðir í kringum þig og í gegnum þig. Eins og ég var að segja áðan, almættið er til staðar fyrir þig og hlutir eiga eftir að ganga upp. Það að þú takir ábyrgð á stöðunni þinni einhvern veginn núna, það hefur svolítið mikið að segja fyrir það að gömul sár heilast og ef til vill samskipti sem hafa áður verið erfið eða stirð, þau munu mýkjast og fyrirgefning kemur í kjölfarið. Þræddu leiðina, stígðu varlega til jarðar. Hingað til hefur leiðin ef til vill ekki verið neitt greið fyrir þig í ef til vill húsnæðismálum nú eða samskiptum við
annan einstakling eða ástamálum eins og við segjum. En það á allt eftir að breytast og aukaspilið sem að stökk hérna fram þegar ég var að stokka á það sýnir að verndarengillinn er við hliðina þér. Ok, frábært hjá þér, kæri Vatnsberi. Þú ert með málin í þínum höndum og þessar breytingar sem að koma inn, þær munu gerast bara á allra næstu dögum, allavega að fara af stað. Ég óskaði bara allsins besta með þetta, ljós og kærleikur.